Í þessu erindi fjalla ég þá fjölbreytni sem við verðum að hafa í huga í læsiskennslunni. Textar eru ekki bara tákn á blöðum, heldur svo miklu meira. Ef við byrjum á að skoða þessi dæmi sem þið sjáið á glærunni, hvaða tákn er verið að nota þarna og hvaða myndefni? Hvernig spila myndir og tákn saman? Hvaða máli skiptir í hvaða átt efnið er lesið og hvenær skiptir það máli? Eru litirnir, hafa þeir merkingu? Hvenær skipta litirnir máli og hvenær skipta þeir engu máli? Hvar notum við þessa texta? Og hversu vel skiljum við þá? Þurfum við að skilja þá alla? Og hvað þarf ég að læra til að geta skilið textana sem hjálpa mér að lifa því góða lífi sem ég hef áhuga á að lifa? Út frá þessum fjölbreyttu dæmum er eðlilegt að við spyrjum hvað við eigum eiginlega við þegar við notum hugtakið texti. Með texta er átt við ritmál, myndmál, talmál og önnur kerfi tákna sem eru notuð til að miðla upplýsingum, skoðunum eða hughrifum af öðru tagi. Ritmálstextinn er það sem við hugsum oft fyrst og leggjum áherslu á að börn læri að lesa þegar þau koma í skólan. En við þekkjum alls konar ritmál þar sem myndir og grafík eru notuð til að draga fram áherslur í efninu. Við þekkjum líka alls konar texta sem lúta allt öðrum lögmálum, kort, leiðbeiningar og uppskriftir, vefsíður með hlekkjum sem vísi í alls konar áttir, myndir sem segja meira en 1000 orð. Að lokum verðum við líka að horfa til fjölbreyttra mynd- og hljóðmiðla sem við höfum nú þegar mjög greitt aðgengi að og eru oft fyrstu textarnir sem börnin okkar komast í kynni við. Tónlist, kvikmyndir og svo framvegis. Ritun og miðlun snýst tjáningu, að við komum hugsunum okkar, upplifunum, tilfinningum á framfæri og gerum þær skiljanlegar öðrum. Þetta er hægt að gera á mjög fjölbreyttan hátt. Og þegar við nálgumst ritun og læsi í skólunum okkar, út frá þessu sjónarhorni að texti sé fjölbreyttur, þá hættir ritunin og lesturinn að snúast bara blað, blýant og stuttar sögur eða langar heimildaritgerðir. Þá fer ritunin að snúast fjölbreytta tjáningu. Við þurfum að nota þennan vinkil til að tryggja að allir nemendur okkar fá tækifæri til að rita og miðla, vinna úr námsefninu og koma skilningi sínum á framfæri. Þetta er kjarnaatriði til að byggja upp gott læsi barnanna okkar. Í gagnvirkum lestri er það hlutverk listamannsins sem skapar farveg fyrir þessa fjölbreyttu miðlun. Listamaðurinn skynjar viðfangsefnið sem verið er að læra og endurskapar það. Nýmyndun eða endursköpun er mjög mikilvægur þáttur í læsiskennslu en líka þáttur sem kennarar þurfa ofta að leggja meiri rækt við. Þegar komið er að því að nemendur eiga að sýna fram á skilning sinn og nýlærðu efni með því að miðla því til kennara og samnemenda, er mikilvægt að muna eftir þessari fjölbreyttu vídd texta og leyfa nemendum að prófa sig áfram með hana, æfa sig í ólíkum miðlum og velja hverju sinni þann miðil sem þeim finnst henta viðfangsefninu best. Vorið 2025 birti Hjálmar Gíslason, hann er stofnandi og forstjóri hugbúnaðarfyrirtækisins Grid sem vinnur í forritun og gagnavinnslu, en Hjálmar birti sem sagt vorið 2025 athyglisverða frásögn af læsisverkefni sem hann hjálpaði lesblindum syni sínum að leysa. Sonurinn átti að lesa skáldsögu og skila bókmenntaritgerð. Hjálmar lýsir því í færslu á Facebook hvernig hægt er að nota ótrúlegan fjölda verkfæra og leiða til að gefa nemendum fjölbreytt tækifæri til að koma hugsunum sínum á framfæri. Við getum líka nota fjölbreyttar leiðir til að miðla hugsunum í hefðbundnum texta. Með nýrri tækni þurfum við ekki að vera flugfær í stafsetningu, skrift eða uppbyggingu texta, heldur getum við nýtt okkur stuðning gervigreindar á fjölbreyttan hátt til að leysa þessi verkefni. Aðferðin sem Hjálmar og sonur hans notuðu til að skrifa bókmenntaritgerð fólst í að nýta gervigreindaverkfæri við lestur, ritun og yfirlestur á heilum texta. Verkfæri á borð við þau sem Hjálmar nefnir eru mjög aðgengileg á netinu. Sum þarf að kaupa vissulega aðgang að, en mörg þessara tækja er hægt að nota án innskráningar eða útgjalda.
Vefir Árnastofnunar til dæmis veita nánast takmarkalaust tækifæri til að rýna í íslenskt mál. Vafraviðbótin Helperbird er auðveld í notkun þegar kemur að því að lesa efni á netinu og vinna með það, og ég verð að nefna að Bergmann Guðmundsson, kennsluráðgjafi á Akureyri, hefur bara rutt brautina í kynningu á þessu tæki og á heilmikið efni á netinu þar sem hann kennir fólki að nota Helperbird. Þeir sem vilja verkfæri sem getur lesið nánast hvað sem geta keypt aðgang að Speechify. Þar er hægt að hlaða upp nánast hvaða efni sem í PDF-skjölum og láta frábærar raddir lesa það á hvaða tungumáli sem Og þegar ég hef verið í framhaldsnámi og að lesa flókna texta, þá kaupi ég mér aðgang að Speechify til að hjálpa mér með lesturinn. Það auðveldar mér að einbeita mér að nýjum hugtökum. Í læsiskennslu verðum við að hafa þennan veruleika í huga og kenna börnum að vinna með hann. Við verðum að nýta tækin þegar það hentar, en nýta þau á gagnrýninn hátt, svo þið valdið því ekki að við látum vélarnar bara alfarið sjá að hugsa á meðan við glápum á enn eitt TikTok-myndbandið. Þið hafið lesið fjölbreyttar víddir miðlalæsisins og það eru fjölmörg hæfniviðmið í aðalnámskrá grunnskóla sem beina kennurum inn á fjölbreyttan vettvang læsisins. Á netinu er ótakmarkað efni, en við verðum að kenna nemendum okkar að meta gæði þess og gæta þess að drukkna ekki bara í magninu. Hér skiptir enn einu sinni máli að skipuleggja nám nemenda þannig að það hlaupi ekki bara á yfirborðinu, heldur kafi og staldri við í djúpnáminu. Og þetta er flókið og viðamikið verkefni. Við fullorðna fólkið eigum í fullu tré að meta gæði efnis á netinu. Hverju má treysta og hvað er hreinlega tilbúningur frá öflugri gervigreind? Hvernig á ég að þekkja muninn? Krafan gagnrýna hugsun og gagnrýnið læsi á þessa fjölbreytta miðla er stöðugt að aukast og það er bara viðbúið að þetta verði sífellt flóknara verkefni. Ef við googlum til dæmis Critical Reading Checklist, þá finnum við ógrynni leiðbeininga sem vísa okkur í rétta átt þegar kemur að því hvernig ætlum við að kenna þetta gagnrýna miðlalæsi sem við erum að fjalla um. Núna er líka til mjög gott námsefni á íslensku, til dæmis og sérstaklega vil ég benda á vefinn vitundin.is. Það eru ekki bara kennarar í upplýsingatækni sem þurfa að þekkja hugtakið stafræn borgaravitund. Allir kennarar þurfa að vinna að þeim markmiðum sem falla undir þennan námsþátt af því að hann fjallar mjög mikið miðlalæsi. Aðalnámskrá grunnskóla vísar kennurum ágætlega af stað með kennslu á þessu sviði og námsefnið á vitundinni nýtist mjög vel til að vinna að hæfniviðmiðum miðlalæsi. En það er full ástæða til að hvetja kennara til að fylgjast með uppfærslum á þessu sviði, viðbótar hæfnirömmum og bara nýjum fræðigreinum og upplýsingum sem koma fram, bæði í námskránni, námsefni og því sem kennarar að tala og skrifa Skilningi á þessum málaflokki fleygir stöðugt fram og stöðugt birtist nýtt efni sem nýtist kennurum til að vinna enn betur að miðlalæsi nemenda. Það þarf að huga að námi og kennslu með ólíkum miðlum, kenna nemendum að nota miðlana, veita þeim stuðning, þjálfun og tækifæri til að nota þá. Það er mikilvægt að dvelja sem best við vandað efni og gefa góðan tíma til úrvinnslu, passa að nemendur fari ekki á netið og fari þar bara í endalausa leit. Þeir verða að hafa skýr markmið, vita hvaða gögn þau vantar á netinu og sækja þau í áreiðanlega miðla. Útgefið námsefni hefur farið í gegnum nálarauga en margt af því sem á vefnum hefur ekki verið gaumgæft og sumt bara skáldað af gervigreindarvélum. Þess vegna er mikilvægt að vera gagnrýnin á efni og kenna nemendum að vera það. Efni á vefnum er misjafnlega gott, það getur verið afvegaleiðandi, siðferðilega óboðlegt, fullt af villum og ranghugmyndum eða fordómum.
Í vor hafið þið lesið heilmikið hversu flókið og fjölbreytt fyrirbæri læsið og við eigum eftir að fara inn í umræðan lesskilninginn, þannig að það er heilmikið eftir ennþá líka. Við þurfum að skoða og þjálfa tæknilega færni hjá nemendum en við verðum líka að skoða hugsanir þeirra og áhuga í tengslu við lesefnið, virkja nemendur sem manneskjur og virka aðila í veröldinni. Þetta er hluti af læsismenntuninni. Að lokum eru hérna nokkrar ábendingar á þessari síðustu glæru fleira gagnlegt efni þegar kemur að kennslu í miðlalæsi og fjölbreyttri miðlun. Gangi ykkur áfram vel með lesturinn á pappírstexta og aðra fjölbreytta miðla.